Ég sinni hjúkrun gjörgæslusjúklinga sem mjög flókin og oft erfið hjúkrun en mjög þakklát hjúkrun. Ég hef starfað á gjörgæsludeild Landspítalans á Hringbraut síðan 1992 eða 33 ár. En ég útskrifaðist úr hjúkrun 1984 og starfaði á gjörgæsludeildinni á Landakoti þar og undan í 8 ár. Þannig að ég er með yfir 40 ára starfsreynslu á gjörgæslu. Þegar ég var í námi, hjúkrunarnáminu mínu, þá var ég í kynningu á gjörgæsludeildinni í Fossvogi og heillaðist mjög af þessari hjúkrun sem er svona persónubundin, einstaklingshjúkrun oft og mikið og þessi fjölskylduhjúkrun líka og stuðningur við fjölskyldu hjá gjörgæslusjúklingum. Það hafa verið mikla breytingar frá því ég hóf störf á Hringbrautinni, gjörgæslunni og það er aðalega tæknilega framfarir, mikla flóknar aðgerðir, flókin tæki og sjúklingar liggja mjög lengi í öndunarvélum, nýrnavélum, alls konar öðrum tækjum til þess að halda þeim, koma þeim til heilsu. Það sem gerir góðan gjörgæsluhjúkrunarfræðing er að hafa mikinn áhuga, sýna samúð og tillitssemi, hafa mikinn umburðarlyndi fyrir sjúklingnum og aðstandendum þeirra, sýna þeim samúð og hlýju. Það sem ég finnst umhyggja vera bara að það sem maður vill hafa umhyggju fyrir annarri manneskju, maður vill hjálpa viðkomandi manneskju að komast í gegnum erfiða tíma í sínu lífi, bæði sjúklingi og fjölskyldu. Líka umhyggja er umhyggja fyrir samstarfsfólki sínu og það er það sem að hjálpa manni að sýna mikla umhyggju er að hafa gott samstarfsfólk í kringum sig, góða stjórnendur. Það finnst mér langbest. Það sem er mín helsta stoð. Þessi heiðurinn fyrir mig er mikið bara þakklæti og það kemur manni mjög mikið á óvart en ég vil bara þakka mínu samstarfsfólki innilega fyrir að sýna allan áhuga að senda inn tilnefningu mig í þessa heiðurinn.